Samskipti sérsveitar ríkislögreglustjóra kerfinu enn ódulkóðuð að mestu leyti. Lögreglan á Vesturlandi og Austurlandi einnig með hleraðar talstöðvar. Forstjóri Neyðarlínunnar gagnrýnir lögregluna fyrir að bregðast of hægt við. Tetra-talstöðvakerfið var tekið í gagnið af íslenska ríkinu árið 2006 og Neyðarlínan Tetra Ísland rekur kerfið og selur ýmsum opinberum aðilum og einkaaðilum talstöðvar og þjónustu við þær. Þar á meðal eru lögreglan og slökkvilið land allt, þar með taldir sjúkraflutningamenn. Eðli máls samkvæmt þar rætt viðkvæmar persónulegar upplýsingar einstaklinga sem lög gera ráð fyrir að fara skuli leynt með. Forstjóri Neyðarlínunnar gagnrýndi lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í hádegisfréttum fyrir að draga lappirnar með að taka upp dulkóðun eftir að grunnsendur leka vöknuðu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu beið með dulkóðun þangað til í gær en möguleikinn á henni var fyrir hendi í vor. Í fyrradag kom í ljós að hægt var að nálgast upptökur af samskiptum 6 mínútum eftir að þau áttu sér stað. Þá loks var gripið til dulkóðunar. Við erum búin að vera með þetta tilbúið og það þurfti þetta til að menn bara vöknuðu. Fannst þér lögreglan bregðast of seint við? Allt of seint. Enn eru lögregluumdæmin á Vesturlandi og Austurlandi með ódulkóðaðar tetrastöðvar. Einnig embætti ríkislögreglustjóra sem ákvað í nóvember í fyrra að bjóða út kaup á dulkóðuðum talstöðum en útboðið var kært og enn beðið ákvörðunar kærunefndar. Á meðan mögulegt að hlusta á samskipti til dæmis almannavarna og sérsveitarinnar á netinu. En af hverju brugðust menn svona hægt við? En eins og þetta var kynnt fyrir okkur þá var þetta hugsanlegur atburður að þetta væri hægt að komast inn í þessi samskipti. En núna það orðið reyndin og það hefur verið að bregðast við því. Þetta hlýtur að vera mikið áfall fyrir ykkur? Sjálfsögðu þetta mikið áfall og það hefur strax verið búið að bregðast við því. Hvernig þá? Með því að koma þessum búnaði og hefja dulkóðun á þessum fjarskiptum. Sérsveitin núna með dulkóðaðar stöðvar? Já, í útgjaldsbifreiðum og það verið að útbúa eða forrita þær stöðvar þannig að sveitin verði tilbúin undir það að vera á dulkóðum fjarskiptum. En í dag hann ekki tilbúin? Nei. Og hverju breytir það fyrir störf sérsveitarinnar til dæmis? Já, það þýðir væntanlega aðrar fjarskiptavenjur. Og sem eru þá hverjar? Það bara ákveðið háttalag á því, sko.